Velkomin í Icelandic Immersion, comprehensive Icelandic for Icelandic learners. Góðan dag og verið velkomin í þátt númer 65 af þessu hlaðvarpi. Í dag datt mér í hug að gera svipað og síðast, að prófa að taka upp aðeins styttri þátt og taka minna fyrir í einu. Ég sé það á neyslu tölunum, þar að segja þeim tölum þar sem ég sé hversu mikið er búið að hlusta á þáttinn á hverjum degi síðan hann kom út, að þá er eins og þið hafið tekið öðruvísi í þennan styttri þátt heldur en hina þættina, sem að mér þykir nokkuð áhugavert. Það var ekki eins og það væru færri sem hlustuðu, heldur var bara meiri dreifing á hvenær fólk var að hlusta á þáttinn yfir vikuna. Yfirleitt fæ ég mjög mikið af hlustunum sama dag og ég gef þáttinn út í hverri viku, og svo eru mun færri hlustanir á öðrum dögum. Núna voru aðeins færri sem hlustuðu á mánudeginum en meira yfir restina af vikunni. Svona eins og ef fólk væri að ná að koma þessum lærdómi, þessari virku hlustun fyrir á öðrum tímum, heldur en bara á ákveðnum mánudags tíma. Allavega ætla ég af svipuðum ástæðum að reyna að taka upp styttri þátt í dag. Það sem ég langaði að tala er eitthvað sem ég er búinn að nefna oft í liðinni viku við nemendur sem að eru að læra hjá mér. Ég er búinn að fá, held ég, 3 eða 4 nýja nemendur til mín í vikunni sem voru að koma í fyrsta skipti, eða allavega fyrsta eða annað skiptið. Þannig ég er að fjalla nokkuð einföld atriði, tala framburð, tala skrýtnu bókstafina í málinu og svo framvegis. Eitthvað sem að þið hafið lært fyrir löngu síðan ef þið eruð að hlusta á þetta. Eða allavega að skilja það sem ég segi. En það er nokkuð langt síðan að ég var með svona marga nýja nemendur í einu og ég náði að komast í ágætis flæði að fjalla svipaða hluti á milli nemanda og náði að vera nokkuð kjarnyrtur í því hvernig ég sagði frá ákveðnum hlutum, og ég tók eftir því að það var eitt þema sem ég snerti á, sem að ég hef ekki verið jafn duglegur að fjalla við fyrri nemendur mína eða í þessum þáttum. Þetta tengist orðaforðanum og það hvernig við byggjum upp orðaforðan okkar. Eins og þið hafið komist að, þá er íslenskan ágætlega sérstök fyrir það hvað hún er mikið íslensk. Auðvitað eru tengingar og líkingar á milli íslensku og ensku eða íslensku og þýsku og sérstaklega íslensku og norðurlandamálanna eins og norsku og sænsku. En það er þá vegna þess að
í grunninn og fyrir löngu síðan voru þetta sömu mál. En þegar heimurinn fer að flækjast og við förum að finna upp nýjar hugmyndir eða tæki og förum að hugsa öðruvísi en við gerðum fyrir einhverjum öldum síðan, þá þurfum við að búa til ný orð og flest önnur útlend mál myndu kannski bara taka upp nýja orðið frá þeim sem fann upp hugmyndina. Þá til dæmis eins og orðið fyrir lýðræði á flestum öðrum málum í heiminum eru einhvern veginn tengd democracy komandi frá grísku sem að í rauninni fundu lýðræðið upp, allavega eins og við þekkjum það í dag. Við á íslenskunni förum yfirleitt ekki þá leið og reynum frekar að búa til ný orð fyrir þessar nýju hugmyndir með íslenskum stofnorðum. Eins og þið tókuð eftir þá kallaði ég democracy lýðræði, sem þýðir að lýðurinn, the folk, ræður. Rules. The folk rule. Lýðurinn ræður. Lýðræði. Democracy. Þið hafið rekist á þetta áður í gegnum íslensku lærdóminn ykkar. En það sem ég var að kippa mér upp við að ég væri að segja við nemendur mína í þessari liðinni viku var að ég var að hamra á því að flóknar hugmyndir eru flóknar því það eru mörg atriði sem þurfa að koma saman. Við þurfum að tengja eina hugmynd við aðra til þess að búa til flókna hugmynd. Því ef hún er bara einföld hugmynd, þá er hún jú bókstaflega einföld. It's one-fold, meaning simple. Því þá verður mjög áhugavert að pæla í hvaða orð og hvaða hugmyndir eru einfaldar fyrir hverju samfélagi. Því hvert tungumál reynir að koma hljóðum fyrir þannig að við getum talað hina einföldustu hluti. Ef við ímyndum okkur steinaldarmenn sem eru að byrja að þróa mál og að átta sig á því að þau geta kallað einhverja hluti, þannig að þú getur búið til hljóð með munnunum sem lætur þann sem heyrir í þér skilja að þú sért að tala einhvern annan hlut. Þá erum við mjög líklega að fara að búa til mjög einföld orð með einföldum hljóðum, allavega til að byrja með. Hugsaðu til dæmis orð eins og mamma og pabbi sem að er svo algengt vegna þess að það er mjög einfalt að búa þessi hljóð til. Mamma og papa eða baba eða jafnvel dada sem býr til dad. Flest unga börn geta sagt þetta mjög snögglega, enda eru þau með fyrstu orðunum sem börn læra að segja. Ástæðan fyrir því að ég fór að tala svona mikið þetta við nemendur mína er að ég kenni þeim fyrst orðið mál. Ég set upp ákveðna setningu og læt nemandan lesa setninguna til þess að kanna framburðinn á setningunni
Og svo þegar við höfum náð að fullkomna framburðin á setningunni eins mikið og hægt þá förum við að spá í því hvað þessi setning eiginlega þýðir sem við höfum verið að læra og skoða. Og út frá samhengi væri hægt að segja að mál þýði language. Það er allavega oftar en ekki sem nemandi minn gískar á að það sé það sem mál þýðir. Og þá þarf ég því miður að koma með litla leiðréttingu og segja nei, ekki alveg. Orðið mál þýðir tól, sem sagt tool. Þetta er einhvers konar orð sem grípur merkinguna á tól og tæki sem við getum notað til þess að framkvæma einhverja vinnu, sérstaklega varðandi að mæla hluti. Að mæla, then meaning to measure. Þannig það er ekki langsótt að kalla kaffibolla kaffimál og að nota málið til þess að telja hversu mikið af hveiti þú setur í brauð uppskrift. Þá myndum við kalla það að mæla hveitið. Þannig að þarna er einföld hugmynd tjáð með einföldu hljóði. Það er eitt atkvæði að lengd og þýðir þá einmitt tool. En hvernig get ég notað orðið þarna og innan samhengist þá hljómar það alveg eins og ég sé að segja að orðið mál þýði language. Það er vegna þess að leiðin sem við fórum að því að skilgreina og skýra út hugmyndina sem language á íslensku, þannig að við næðum að útskýra fyrirbærið án þess að geta endilega bent á það. Því tungumál er abstrakt hugmynd. Þú getur séð skrifað tungumál sem er þá skrift. Þú getur heyrt tungumál talað, en þú getur ekki bent á íslensku eða haldið á íslensku. Þannig það mætti kalla hugmyndina tungumál abstrakt hugmynd. En þarna er ég einmitt búin að koma með skýringuna. Við köllum þetta tungumál. A tool of the tongue. A tongue tool. Hvað er a language ef ekki a tool of the tongue? Þarna náðu Íslendingar að skýra út talsvert flókna hugmynd með einföldum stofnum. Tunga er ágætlega sértæk hugmynd, þetta er mjög ákveðin hluti af líkömum okkar og kannski ekki sá fyrsti sem skiptir okkur máli. Þannig kannski var heimurinn aðeins lengur eða seinni til að finna upp þau orð sem geta þýtt tunga eða ákveðnir líkams hlutar. En að ná að skýra íslenskuna sem tungumál. Icelandic is a tool of the tongue, a certain type of a tool of the tongue. A tongue tool. Er eitthvað sem við rekumst á mjög oft. Einfaldar hugmyndir fá einföld orð. Hljóð, þögn, hlé, loft, jörð og svo framvegis. Þessi fyrstu og einföldustu fyrirbæri sem við þurftum að geta nefnt voru líklega fyrst til þess að fá orð á sig
eða það er að segja orð fyrir sig. Og svo þegar við förum að tala flóknara mál og flóknari hluti, þá lengjast bæði orðin og svo síðast flækjast orðasamböndin. Þannig til að þetta gagnist þér eitthvað, þá gætir þú pælt í því þegar þú rekst á einhvers konar orðasamband eða sérð til dæmis óþarflega stutt orð sem er skotið annaðhvort inn í setningu eða sem hluti af einhverju orði sem þú hefur ekki séð póstlað saman áður. Þá er það líklega nokkuð einföld hugmynd sem er verið að nefna ef orðið er svona stutt. Ég ætla þá ekki að hafa þetta lengra í dag. Ef þú hefur náð svona langt inn í þáttinn, þá þakka ég þér fyrir að hlusta og þangað til næst. Takk og bless. Hello again, it's me. Now in the wrong language, I just wanted to let you know that if you're interested in seeing a transcription of this episode that you just listened to, or any of the other episodes, then that's available to you through my Patreon page. That's going to be within the Linktree link that you're going to see in the description of this episode. So if you're interested in finding the Patreon page, the Facebook page of the show, or even my teaching page on italki, then all of that's going to be found underneath that little umbrella that is the Linktree link there. So don't be shy, click away. Thanks again for listening, and hope you'll come again. All right, take care.